Já, heil og sæl, kæra áhorfendur sem heima sitja og verið hjartanlega velkomin á þennan óvenjulega blaðamannafund hjá okkur fyrir leik Vals og Melsungen í fjórðu umferð Evrópudeildar karla. Eins og ég segi, þetta verður á óvenjulegan hátt hjá okkur. Við ætlum að fá hérna leikmenn og þjálfara Vals hérna í einn og einn viðtal við mig og síðan ætlum við að vera í beinu sambandi við Þýskaland og tala við Elvar Örn Jónsson. Þannig að endilega fylgist með. Óskar Bjarni, nú er risaleikur á móti Melsungen heima. Hvernig er liðið tilbúið í þetta? Bara spenntir, alltaf gaman að spila hérna heima og hérna, ég sjálf að segja fyrsti leikurinn, við spiluðum í Kaplakrika og það sem að F-fáingar og Valsmenn gerðu þetta stórkostlega saman og nú erum við hérna í N1 höllinni og erum bara eftirvænting. Þetta er bara topplið í Þýskalandi og margir frábæri leikmenn og við erum bara klárir. Þriðja sett í deildinni eins og er, 1 stig af 6 mögulegum í Evrópu. Hvernig finnst þið tímabilið búið að byrja hjá okkur? Já, ég sjálf að segja svona að við erum að kroppa í stig hér og þar og eigum inni svona á flestum vígstöðum en hérna engin krísa þannig séð sko, en við viljum klárlega bæta okkur og smá saman svona verða betri eiginlega á öllum vígstöðum. Þannig að við erum svona bara ánægðir en þetta eru einhverja breytingar hjá okkur og við sjálf sem við getum ekki fallið okkur alltaf bak við það, en þetta tekur smá tíma að þroskast og verða betri og ég held að það verði þannig í vetur. Ég held að þetta verði góður vetur. Eins og þú segir, eru að spila þriðjudag, föstudag, bara í nokkra vikur í röð. Hvernig er svona að halda hópnum og hefur það tekist að halda hópnum fitt og halda hópnum bara fókus á öll verkefni? Já, svona ágætlega. Við ætluðum okkur líka að bæta okkur í þessu frá því við vorum í þessari keppni síðan sko og það snýst náttúrulega líka að það er alltaf dálítið að ferðalögum fyrir Íslendinga sko og svo erum við með námsmenn og vinnandi menn og annað þannig að svona endurheimtin er alltaf dálítið flókin en fókusin er í sjálfu sér ágætt og þú hefur ekkert mikinn tíma, þú æfir ekkert mikið í sjálfu sér þannig að menn þurfa aðeins að liggja í vídeóm og vera svona að gera vinnur alltaf heima líka, leikmenn og þeir eiga bara að verða betur og betur í því, við sjáum bara hvernig það verður en mér finnst þetta bara hrikalega gaman, ég held að strákunum finnst það líka, þú ert bara að spila móti alvöru mótörjum, þú ert að fá Melsungen, Porto, Vardar, þetta er bara það sem þú vildir og það sem félagið á að vera og sjálfur sér finnst mér alltaf við að reyna að stefna bara hærra og verða betur og betri í þessu sko, að ná að vinna saman alvöru Evrópuleiki og verða enn betri í deildinni. Alvöru Evrópuleikur á morgun, Melsungen, besta lið í Þýskalandi eins og staðan er núna með toppleikmenn í öllum stöðum. Hvað erum við að fara að sjá frá? Já, það er bara að spila góða vörn, vel þjálfaðir og hérna eru bara með í þessa deild þarna í Þýskalandi þá þarftu bara alvöru hóp og þeir eru með mikið landsliðsmönnum og mikið af góðum leikmönnum og það er gaman líka að fá Íslendinga, gaman að fá Elvar Örn og hérna Arnar. Þannig að við bara vitum við vitum fyrir hvað þeir standa og við þurfum sjálfsagt að fókusa meira bara á okkur. Það er hérna, bara við viljum gera mun betur en við gerum í Þýskalandi, það er klárt mál, bara á öllum vígstöðum. Þannig að það er fókusun dálítið þar, en ég held svona fyrir líka bara áhorfendur og annað að fá topplið hingað og fyrir strákan okkar að máta sig við þá bestu og hérna, þá er þetta bara stórkostlegt tækifæri. Gaman að fá eins og Elvar og Arnar, Elvar er kannski líklega einn mesti, myndi ég segja svona vorjórunni sem við eigum, hann spila 60 mínútur, vörn og sókn, frábært viðhorf, æfir eins og vitleysingur og er góð fyrirmynd, sjálfur sér maður sem við eigum að ýta upp sem fyrirmynd og hérna, og Arnar finnst mér bara að hafa staðið sér mjög vel, við erum alltaf múin að skoða alla leikina þar í Þýskalandi og stendur sér mjög vel og sjálfur sér vill maður svona bara fyrir landsliðshönd að hann stigi enn meir upp, kannski ekki á morgun en í öðru leikjum. Þannig að svo eru þarna leikmenn frá Spáni og Danmörku og bara hörku leikmenn sem er gaman að sjá. Alexander, nú er leikur á móti Melsungen á morgun. Hvernig er tímabilið búið að byrja hjá okkur í Val? Ja, við byrjum ekki jafn gott eins og í fyrra og mér finnst það vantar mikið í vörninni og í sókninni líka. Við erum búin að missa mörgum leikmennum en við erum á rétta leið. Nú erum við búin með 3 leiki í Evrópudeildinni, ná í jafntefli á móti Porto núna, Melsungen heima. Hvernig er að gíra sig upp í þessa risaleiki? Já, þetta er bæði hörkulið og ég vona að strákarnir eru mjög spenntir að spila þessa leikir. Og þetta er möguleika til að sýna þig í Evrópu og ég held þetta bara allir mjög spenntir að spila leikir á móti svona stórum liðum. Eins og þú segir, þetta
þetta mjög stórt lið sem að koma, margir risaleikmenn úti, það að koma hérna, það frábær dagskrá. Hvernig heldur að við munum koma inn í þennan leik og hvað þurfum við að gera til að ná úrslitum á móti svona liði? Bara einbeita okkur og stúdera allt sem þeir spila og þetta vel þjálfuð lið og við erum bara stúdera og horfa á vídeo og bara láta pússa okkur sjálfur upp. Já, við erum komin í beint streymi við Þýskaland. Elvar Örn Jónsson, sæll og blessaður, gott að sjá þig. Nú eru þið Melsungen á toppnum bæði í Þýskalandi og í okkar riðli í Evrópudeildinni. Þið hljótið að vera gríðarlega ánægðir með ykkar byrjun á þessu tímabili. Já, við erum gríðarlega ánægðir með hvernig við startaði þessu tímabili bæði í Þýskalandi og í Evrópudeildinni. Bara hrikalega ánægðir og er núna vonast bara til þess að halda áfram að spila eins og við erum búin að spila í síðustu leikjum. Já, nú framöndan er leikur gegn Val hér á Íslandi. Þú hlýtur að vera gríðarlega spenntur fyrir að koma heim til Íslands og spila svona risastóran leik. Ef við ekki vona einhverjum selflýsingum á Hlíðarenda? Já, það er bara mjög skemmtilegt að fá að koma á Ísland og spila á móti íslensku liði. Þetta gefur mann aukadag á Íslandi yfir árið, þannig að það bara verður ógeðslega skemmtilegt og ég býst við að margir frá Selfossi og fjölskyldunni séu að fara að mæta á leikinn og það er bara mjög gaman. Síðan eftir rúma viku þá liggur leiðin aftur heim til Íslands og tekur þátt í landsliðsverkefnunum hér með okkar landsliði. Þú hefur ekki bara beðið þjálfaraðinn að fá að vera bara eftir og sleppa næsta leik í deildinni? Mér líst mjög vel á að koma á Íslandi í þetta landsliðsverkefni. 2 gríðarlega mikilvæga leiki bara fyrir næstu í þessari undankeppni. Það verður gott að komast heim og hitta strákarna og æfa með þeim og spila svo þessar 2 leiki á móti Bosníu og Georgíu. Þetta er bara gríðarlega spenntur og alltaf gaman að koma heim að spila fyrir landsliðið. Gaman að hitta á það að hafa engan leik eftir þennan valsleik en svo er ekki, þannig að maður skýst aftur til Þýskalands, spila 1 leik og kemur svo aftur heim. Björgvin Páll, markastjóri, markmaður og hvað er að fara að fá í þessum stóra ívent á morgun? Það er geggjað leikur innan alla sem utan held ég. Þetta er Evrópukvöld Hlíðarenda, fyrsta Evrópukvöld okkar hér á þessu tímabili. Þetta verður veisla, þetta verður Logi Pétur og Elvar og Jói Kræst hitt upp fansónin og svo inn í vellinum og ljóssjó er ennþá uppi síðan á móti Bláa Lónaði með árstíð þannig að það er alvöru ljóssjó í gangi. Það er svo í veiststjólunum uppi, það eru með alls konar húllum hæ, það er fría pítsur, hittóki, VIP stemming þó að VIP lúffaðist núna, við ætlum að hafa bara stórt fansón þar sem allir geta verið í VIP. Þannig að þetta verður veistla og bæði innan vallar sem utan. Við vorum með þessa Evrópu-tvennu í Kaplakrika fyrir 2 vikum. Hvernig verður þessi viðburður fráburðin tvennunni? Þetta verður alltaf okkar, svolítið sem við þekkjum frá því bara í fyrra. Til dæmis Anton Rúnars, hann kemur leikarinn aðstæðingin, sýnir okkar aðeins, sýnir áhorfendum hver að vona á. Þannig að þú mætir aðeins inn á völlinn svona undirbúinn, þú veist hvaða leikmenn eru, þú veist hvað er að fara að gerast og aðeins svona okkar gameplan líka. Og það er eitthvað svona insight sem þú færð eiginlega hvergi annars staðar. Þannig að það er eitt skemmtileg partur af þessu. Og svo er það ákveðið orkustig sem fylgir við að spila Hlíðarenda. Evrópukvöldin hafa verið geggjur og því meira sem hefur verið í gangi hérna uppi, því meira sem stemningin hefur verið, ég vil spila bara betur og stækka við það. Þannig að ég vona því að við stækkum við það líka og vonandi skilum við alveg úrslit nú sem móti Melsungen sem eru besta lið í Þýskalandi í dag. Og ef þið er alltaf að spara einhverju leikmann þá tökum við það sem vanvirðingu og refsum fyrir það. Eins og þú segir, þetta er risakvöld, Evrópukvöld og í rauninni þegar það er fullur Hlíðarendi þá sameinar í rauninni bara handboltan. Já, það koma alltaf fullt af öðrum heldur völsvinninga inn og hvort sem það er inn í fansóni eða inn á gólfið hérna. Þá er þetta eitthvað sem að gefa okkur orku og ég held að það er að mæta svona stór stjörnur og íslenskir landsliðsmenn að þá koma alls konar önnur lið á svæðið, aðrir áhorfendur og sem að gefa okkur bara ekstra að sjá eitthvað í F-búningum eða haugabúningum ykkur stúka að horfa á okkur þannig að það er bara æðislegt og ég held að sé eins og við sýndum held ég móti með FH í þessum leikjum í fyrstu umferðinni að þetta er fyrir íslenskan handbolta, þetta er fyrir
meiri til banaval þó svo að kvöldið snúist fyrst og fremst Val og ekki eitthvað annað. Það er heldur betur þannig, það er risaleikur hér á morgun í N1 Hlíðarenda klukkan 19:45. Tryggið ykkur með á stubb.is því að ég býst við gríðar miklum fjölda hér í N1 Hlíðarenda.